Ég heiti Bergur Ebbi og verð ráðstefnustjóri og ég ætla að byrja á að segja ykkur það að ég hef stýrt mörgum ráðstefnum og ég held ég hef aldrei nokkurn tímann getað byrjað ráðstefnu akkurat á mínútunni og ég vil bara fá að þakka ykkur fyrir stundvísi og nákvæmni sem að þannig að við þurfum ekki að hræðast neitt framtíð BIM-tækninnar eða mannvirkjagerðar á Íslandi. Hér starfar greinilega mjög öflugur bransi sem er algjörlega á mínútunni og er nákvæmur og öruggur. Þannig að við erum í virkilega góðum höndum og ég vil að við byrjum að setja smá orku í þetta og bara klöppum fyrir okkur sjálfum fyrir að vera komin hingað og klappa fyrir BIM Ísland, stjórninni, formanni og undirbúningsnefnd þessa dags fyrir gríðarlega metnaðarfullt starf og það sýnir bara mikið metnað að halda þennan dag hér og hafa gert það reglulega í þessu glæsilega húsi, fá allan bransan saman út af því að markmiðið sem að við höfum hér í dag er að reyna að ná utanum svona nokkuð víðfeðmt málefni sem að er þannig í eðli sínu, fólk er að vinna í ýmsum kimum þess en málefni er samt einhvað að síður líka tæknilegt þannig að við þurfum líka að vera svona svolítið nákvæm. Það eru mikla kröfur gerðar til huga okkar í dag, við þurfum bæði einhvern veginn að vera tæknileg en líka að hugsa svolítið stórt. Framrás þessa verkefnis ræðst nefnilega ekki síst af samræmingu mismunandi kerfa og þekkingar sem er oftast, og þetta er bara það sem nýsköpunarfræði öll segja, mesta áskorunin þegar kemur að innleiðingu breytinga. Þannig að til þess að ná fram breytingum, það er ekki nóg að hugsa bara einhverja ideológíu, máli er að láta alla sem að koma að innleiðingu breytingana ganga í takt. Og vegna akkurat þessa atriðis þá er dagur eins og þessi nauðsynlegur til að fólk mismunandi kimum þessa málaflokks hittist og beri saman bækur og samræmi aðgerðir sínar. Og ég finna að þetta er góður hópur og þið þekkist vel en ég vona að þið þekkist enn betur eftir daginn í dag. Auk þeirra sem hér koma fram í dagskrá fyrir og eftir hádegi eru hér einnig viðstaddir fulltrúar fjölmargra bakhjarla sem kynna vöru sínar hér á svæðinu fyrir framan ráðstefnusalinn og við fáum að kynnast því aðeins betur hér í sérstökum dagskrárlið og eftir en við hvetjum ykkur líka til að kynna ykkur þeirra vöru og þjónustu þeirra hlé verður gert á dagskráni en hér verður bæði boðið upp á morgunverð kl. 10:35 og svo hádegisverð og síðar kokteilboð að ráðstefnunni lokinni kl. 16. Þannig að verður nóg líka af pásum til þess að hittast. Því að við viljum einmitt að þið hittist og ræðið saman formlega jafnt sem óformlega því stóra samhengið er eins og nefnt hefur verið hér samræming. Það er mikilvægt að allir gangi í takt og þó að ráðstefnan sé tæknilegs eðlis þá eru breytingarnar sem stafræn mannvirkjagerð er ætlað að ná fram á svo stórum skala að það geta ekki aðeins verið ræddar í samhengi við tækni. Og þetta er ótrúlega mikilvægt atriði af því að við vitum að það sem þið starfið við er náttúrulega líka listgrein, þetta er náttúrulega nefnt byggingarlist og þetta er eitt af því sem að þurfti svo mikið að kannski innleiða í hugarfar þjóðarinnar fyrir rúmum 100 árum síðan þegar við byrjuðum að byggja úr steinsteypu og það er nú þekkt að það voru stjórnmálamenn hérna, reyndar mjög umdeildir eins og Jónas Þór Hriflu með húsameistarann sinn, Guðjón Samúelsson, hann þurfti að eyða rosa miklum kröftum í það að útskýra fyrir fólki varanleika mannvirkjagerðar út af því við höfum áður bara byggt hús úr torfi, mestmegnis eða timburhús sem við bættum jafn óðum í að þarna í fyrsta skipti fyrir rúmum 100 árum var verið að byggja úr steinsteypu og það myndi kannski standa í 100 ára eða jafnvel lengur og húsameistari ríkisins og líka þessi umdeildir ráðherra notaði oft hugtakið að það væri verið að yrkja í stein. Þetta væri ódauðleg listaverk sem væri verið að yrkja í steinin og myndi standa aldur og ævi og þetta er bara hugarfarsbreyting sem tók marga áratugi og ég held að við séum verandi þessi þjóð svona tiltölulega ný iðnvædd svona þetta er ennþá að síast inn þessi varanleiki mannvirkjagerðar og þetta fagurfræðilega element í mannvirkjagerð og virðing fyrir mannvirkjagerð og ferlinu sem að því fylgir er bara eitthvað sem við erum ennþá svolítið að læra á. Þannig að mér finnst mikilvægt að það sé svona þessi tónn í umræðinni hérna í dag líka. Þannig að við förum ekki bara að hugsa þetta út frá tækni heldur líka svolítið út frá öðru tæknilegu atriði sem er fagurfræðin. Það skiptir til dæmis líka máli bara hvaða orð við notum hlutina þegar við erum að tala breytingar. Það sem er nefnt BIM hér í dag er til dæmis í eðli sínu tæknilegt orð. Það er skammstöfun og hún er meira að segja nokkuð óljós og svolítið fljótandi, sérstaklega allavega emmi því að þessi orð eru ýmist standa fyrir Building Information Technology eða Building Information, þau eru emmið er ýmist sagt standa fyrir Management eða Modeling og í sumum löndum er BIM sértækt og afmarkasvið undir stærra breytingaferli sem mætti nefna innleiðingu stafrænna ferla í mannvirkjagerð en stundum er hugtakið notað víðtækt. Þannig að við heyrum það líka í máli erlendra sérfræðinga sem koma hér fram í dag að sums staðar er BIM notað miklu sértækari hátt í öðrum löndum.
En ef við hættum að hugsa BIM út frá tækni í smástund og beinum athyglinni að fagurfræðinni, þá breytist umræðan því orð hafa náttúrulega mismunandi fagurfræðilegt vægi og mér finnst best að útskýra þetta bara með örstuttu dæmi sem að tengist svona ráðstefnuhaldi eins og við erum með hér í dag. Ef við tökum dæmi af hugtaki eins og gervigreind sem að ríður algjörlega á röftum núna, það er varla haldin ráðstefna í dag á þess að gervigreind sé hluti af undirtitlinum og nánast allt er selt undir formörkjum gervigreindar því að gervigreind hefur akkurat í dag árið 2026 rosalega mikið fagurfræðilegt vægi, það hefur ótrúlega mikið slagkraft sem orð þannig að við getum sett alls konar hluti undir það. En fyrir 5 árum síðan vorum við ekki mikið að tala gervigreind af því við vorum bara að nota önnur hugtök. Þá var talað fjórðu iðnbyltinguna, fyrir 10 árum var talað big data, en við höfum samt í rauninni alltaf verið að tala saman hlutin. Því að þó að upplýsingatæknin hafi fengið nýja ásjónu núna með tilkomu spunagreindar síðustu 23 ár, þá eru hinnar undirliggjandi breytingar þar sömu, hvort sem við nefnum þar gervigreind, gagnasöfnun eða stafræn umbreytingaferli og við þurfum að halda fókus þó að hugtök komi og fari og þetta skiptir máli í svona tæknilegri umræðu eins og við erum að tala hérna, við erum með BIM ráðstefnu, þá má vel vera eftir 5 ár, þá verður hugtak eins og BIM ekki notað allavega ekki við sömu hluti og í dag, þó er svo mikilvægt að þekkingin og umræðan sem hefur skapast og safnast upp á þessum ráðstefnum sé ekki bara kastað til hliðar út af því að undirliggjandi breytingarnar sem hefur verið að ræða eru alltaf þær sömu þó að við köllum það mismunandi nöfnum. Megin tilgangur BIM-félagsskaparins og þessara ráðstefnu er að samræma kerfi og fá allar til að ganga í takt. En þegar kemur að því að setja saman heildarkerfi, þá þurfum við stundum að þola þá óvissu að nöfn og hugtök og þessi fagurfræðilega afmörkun sé breytileg. Og við þurfum að hafa þetta í huga þegar við hlýðum á enetinn. Við fáum í dag að heyra reynslusögur og sjónarmið frá Íslandi og nágrannalöndum, frá arkitektum, verktökum, eftirlitsaðilum, fræðimönnum, sem líta ekki bara á málin frá mismunandi hliðum, heldur nota líka eðli málsins samkvæmt mismunandi orð og hugtök til að ramma inn heildarmyndina. Og ef við erum með opinn hug og hjörtu þegar við hlýðum á þetta, þá sjáum við að við erum oftast með sömu sýn á hlutina þó við notum mismunandi orð yfir það. En til að setja þetta af stað, þessa mikilvæga ráðstefnu hér, þá vil ég bjóða formann BIM Ísland velkomin í pontu, taki vel á móti Elfari Inga Jóhannesinni.